Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 11. mars 2026 klukkan 16:37. Þetta 891. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Einn varabæjarfulltrúi situr fundinn í dag, það varabæjarfulltrúi Mikaeli Rebora í forföllum Dagnýjar Kristinsdóttur, bæjarfulltrúa vina Mosfellsbæjar. Aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Á dagskrá fundarins í dag eru alls 10 mál, það eru 4 fundargerðir til staðfestingar, 2 almenn erindi og 4 fundargerðir til kynningar. Og nú háttar svo til að mál sem tengjast starfslokum bæjarstjóra á dagskrá á 3 stöðum í fundarins í dag og það í báðum fundargerðum bæjarráðs og svo sérmál þar sem að málið afgreitt formlega. Og við munum því ljúka umræðum fyrri bæjarráðsfundargerðina með því að taka það mál sér þar sem bæjarstjóri víkur úr salnum á meðan og mun víkja þar til við höfum svo byrjað umræðu í næstu fundargerð á sama máli. Og bæjarstjóri mun svo víkja á ný undir máli 5. En þá göngum við til dagskrár og byrjum á fundargerð 17. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 27. febrúar. Þar voru 5 mál á dagskrá. Fundargerðin opin þá fyrir umræðu liði 1-4 í þeirri fundargerð. Enginn kveður sér hljóðs þá liði og þá það óskað eftir að verði svo sératkvæðagreiðsla mál 1-4, þannig að það verður þá 2 sérafgreiðslur hér á eftir en ljúkum umræðunum öllum fyrst, þannig að þá bið ég bæjarstjóra víkja á meðan. Og þá opið fyrir umræðu mál 1-5. Það enginn sem kveður sér hljóðs það mál og þá tökum við fyrst til sérafgreiðslu mál 1-4 og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja afgreiðslu bæjarráðs á máli 1-4 Efstaland 1 óskum viðræður gerð uppbyggingarsamnings að réttubönd. Það eru 7 atkvæði, einhver á móti, enginn á móti, það eru þá 7 atkvæði B, S, C og L-lista og hjáseta hjá bæjarfulltrúum D-lista. Þá það sér atkvæðagreiðslu afgreiðslu bæjarráðs á máli 5 á þessum fundi sem ber heitið ráðning bæjarstjóra í dagskrá en snýr að starfslokum bæjarstjóra. Og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja afgreiðslu bæjarráðs á þessu máli að réttubönd. Það eru 7 atkvæði B, S, C og L-lista, einhver á móti, 4 atkvæði D-lista sitja hjá. Og þá það fundargerð bæjarráðsfundar nr. 1700 afgreiðsla á málum sem eftir standa, mál 1-3 og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja afgreiðslu bæjarráðs á þessum 3 málum að réttubönd. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Og þá komið að máli númer 2 á dagskrá okkar fundar og eins og forseti nefndi í upphafi þá byrjum við hér á
á sér umræðu mál 1 í þessari fundargerð sem starfslok bæjarstjóra og málið opið fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs það mál og þá svo að bæjarstjóri geti síðan gengið í salinn á ný þá skulum við afgreiða það mál áður en við tökum fundargerðina að öðru leyti til umræðu. Bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa afgreiðslu bæjarráðs rétt upp hönd. Það eru 7 atkvæði B, C og L-lista, einhver á móti, enginn á móti, 4 bæjarfulltrúar D-lista sitja hjá. Þá fundargerð, þá má bæjarstjóri ganga í salinn á ný, en þá fundargerð 1701. fundar bæjarráðs opin fyrir umræðu, það að segja mál 2 til 9 í þeirri fundargerð. Einhver sem óskar eftir að taka til máls þá liði. Svo ekki og við tökum þá þessa fundargerð liði 2 til 9 til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja afgreiðslu bæjarráðs á þeim málum að rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá það 3. mál á dagskrá sem fundargerð 87. fundar ungmennaráðs. Sá fundur fór fram 27. febrúar. Þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Ég kem hérna upp undir lið 3.2. Þarna var nýr umsjónarmaður verkefnisins Barnavernd sveitarfélag að funda með ungmennaráðinu og fara yfir bæði stöðu verkefna og ræða á svona framtíðarskref í þessu verkefni. Eins og bæjarfulltrúar muna þá fengum við viðurkenningu sem Barnavernd sveitarfélag núna á haustmánuðum eftir mjög mikla vinnu margra aðila innan stjórnsýslunnar og innan stofnana bæjarins og ekki síst eftir mjög mikla vinnu ungmennaráðs Mosfellsbæjar sem hefur staðið sig alveg svakalega vel í hvar sem á litið í undirbúningi þessa verkefnis. Og núna mættur til leiks nýr umsjónarmaður og það hefur verið ákveðið að leiðtogi íþrótta- og lýðheilsumála Guðjón Svansson vinni í raun og veru með þá, ég held að Elvar Jónsson heitir, ég man ekki hvað starfstitilinn hann sér farsældina, að þeir ætla að reyna og svona samtvinna dálítið meira þetta verkefni, Barnavernd sveitarfélag við innleiðingu farsældarinnar í Mosfellsbæ sem ég held að sé til gríðarlegra bóta og hef talað lengi fyrir að yrði gert og það eru ýmsar áhugaverðar hugmyndir sem svona búið að setja á flot framhaldið og ég veit að stýrihópurinn verður kallaði saman innan ekki langs tíma til þess að hefja þá hring númer 2 vegna þess að ekkert sveitarfélag fær viðurkenningu sem Barnavernd sveitarfélag og heldur henni út sinn líftíma, heldur þetta hringrás sem þarf svo að fara á stað aftur og sá undirbúningur hafinn innan hús og mér langaði bara að nefna þetta og hrósa ungmennaráðinu fyrir þeirra miklu vinnu og þeirra mikla áhuga fyrir framgangi verkefnisins. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi fleiri sem óska eftir að taka til máls þetta mál 3.2. Svo ekki en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs þessa fundargerð. Við tökum hana þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 87. fundar ungmennaráðs með rétt hönd. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir.
Þá það 4. mál á dagskrá sem fundargerð 16. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Sá fundur fór fram 7. mars síðastliðinn og þar voru 8 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu, bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, kemur upp undir máli málum 4344. Það er spurning hvort að með leyfi forseti ég fá svona tala kannski bæði málin að einhverju leyti. Svo vel. En stór mál sem voru tekin fyrir á fundi skipulagsnefndar. Þetta sat ekki þennan tiltekna fund en það búin að koma að þessari vinnu. Þessari miklu vinnu sem hefur farið fram í tengslum við uppbyggingu á leikastöðum, breyting á aðalskipulagi og deiliskipulag á fyrsta áfanga leikastöðalands. En á þessu fundi voru teknar fyrir þær athugasemdir sem bárust í gegnum skipulagsgáttina bæði breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulags á fyrsta áfanga leikastöðalands. Og ég vil kannski fyrst og fremst leggja áherslu á þetta vandaða og víðtæka samráð sem bæði báða breytingarnar fela í sér, fyrsta áfanginn sem náttúrulega hefur komið fram og verið talað áður en gríðarlega metnaðarfullt og stórt verkefni og í rauninni ákveðið nýtt skref sem verið að taka í bænum hvað varðar deiliskipulag fyrir nýtt hverfi. Og sama með þessa breytingu sem hefur verið tekin fyrir og við vita það að skipulagsferli eru lýðræðislegt ferli og með því lýðræðislegasta sem við sjáum í stjórnsýslunni. Íbúar og hagaðilar fá þarna fjölmörg tækifæri til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og það hefur verið raunin í máli þessa skipulagsferlis. Það er náttúrulega fullkomlega eðlilegt að íbúar staldri við og myndi sér skoðun þegar er að ræða jafn stórt verkefni og byggingu á leikastöðum. Og slík umræða er í raun bara styrkir verkefnið og undirstrikar mikilvægi þess að ferlið sé gagnsætt og það sé lýðræðislegt. Og ég held að við getum með góðri samvisku sagt að svo hafi verið í þessu máli. En til viðbóta við þessi formlegu skref sem skipulagsferli felur í sér, þá var haldinn fjölsóttur kynningarfundur í FMOS í febrúar sem ég tel að hafa heppnast bara einstaklega vel. Hann var fjölsóttur og undirbúningurinn og framsetningi voru til fyrirmyndar. Og þeir sem stóðu á því eiga náttúrulega bara stórt hrós skilið. En þessi fundur gaf íbúum gott tækifæri til að kynna sér málið og ræða málið. Og en því til viðbótar þá fengu íbúar tækifæri til þess að fá nánari kynningu frá starfsmönnum og kjörnum fulltrúum á fyrstu hæðinni fyrir fram bókasafnið sem var líka örugglega nýlunda í svona verkefni hjá sveitarfélaginu og mér fannst það bara, ég sótti bæði í skiptin og mér fannst það bara heppnast virkilega vel. Þannig að ég tel að allt þetta samráð sem hefur átt sér stað í vinnslu á þessu verkefni hafi bara hjálpað til við að móta og aðlaga það sem er svo mikilvægt því við viljum náttúrulega sem mest sátt geti skapast verkefni hjá íbúum sveitarfélagsins. En við sjáum líka að svona nokkur fjöldi íbúa og hagaðilar sendu inn athugasemdir í gegnum skipulagsgáttina og það er alltaf ánægjulegt þegar fólk tekur þátt og sýnir áhuga á uppbyggingarverkefnum eins og þessu í sínu bæjarfélagi. En það er náttúrulega eins og kom fram á fundinum að þetta er náttúrulega besta leiðin til þess að hafa raunverulega áhrif í skipulagsmálum, það er að senda inn athugasemd og umsagnir gegnum skipulagsgátt. Það sem hefur kannski einnig einkennt vinnuna í þessu ferli öllu saman og í þessari skipulagsvinnu hefur verið samstaða innan skipulagsnefndarinnar sem hafi unnið svolítið
þétt í þessu uppbyggingarverkefni sem að allir átta sig á mikilvægi og slík samstaða er afskaplega hún er bara nauðsynleg til þess að koma svona verkefni að þessari stærðargráðu áfram þannig að það sé sátt málið og sömuleiðis hefur verið góð samstaða innan bæjarstjórnar verkefni. Það styrkir náttúrulega enn frekar og veitir í brautargengi enda við vitum náttúrulega að þetta er mikilvægt hagsmunamál fyrir Mosfellsbæ og svona hefur mikil áhrif á það hvernig bærinn mun þróast til framtíðar. Að lokum vil ég nefna sem er mjög mikilvægt finnst mér í þessu verkefni líka að það hefur verið metið vel út frá fjárhagslegri áhættu og þolmörkum bæjarsjóðs. Það sem að þegar farið yfir svona stórt og í raun framþungt verkefni eins og uppbyggingar á Blikastaðalandi það þarf að fara í það af skynsemi og ábyrgð. Mjög mikilvægt. Þannig að það má segja að það hefur leitist við að skoða allar málsins mjög vandlega með hagsmuni Mosfellsbæjar og íbúa að leiðarljósi. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Áður en ég hleypi næsta þá ætla forseti að taka örstutt fundarhlé. Þá höldum við áfram þessum bæjarstjórnarfundi og við erum hér í dagskrármáli 4 og forseti var búinn að opna á að ræða mætti mál 4.3 og 4.4 saman. Það er Blikastaðaland, annars vegar aðalskipulagsbreyting og hins vegar deiliskipulagsbreyting og forseti mun áfram halda sig við að þessi mál séu rædd saman og það eru þá 4 skipti sem hver bæjarfulltrúi má koma undir þessum 2 málum saman. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir, ég var alveg búin að æfa mig samt að ég ætlaði að fara hér upp undir máli 4.3, það er að segja aðalskipulagsbreytingin. Og ástæðan fyrir því að mig langaði að koma upp undir þessum lið sú umræða sem hefur verið hérna á samfélagsmiðlum og annars staðar og kemur fram í umsögn að rétt væri að kjósa þessa aðalskipulagsbreytingu í íbúakosningu. Mig langaði að ávarpa nokkra hluti sem hafa verið dregnir fram í almennri umræðu og þá kannski helst það að það er verið að halda því fram að starfsfólk Mosfellsbæjar sé að setja fram villandi og rangar upplýsingar. Mér finnst þetta algjörlega ótækt að annað en að við sem kjörnir fulltrúar í þessu sveitarfélagi stöndum hér fram og segjum nei, það er ekki rétt. Það er ekki verið að setja fram einhverjar ósannar upplýsingar eða halda fram að stjórnsýslan hér sem er rangfærslur varðandi mikilvægt mál og aðalskipulag bæjarfélagsins er. Það er bara, og ég bara mótmæli því harðlega að þetta sé gert og að það sé verið að fara fram í opinbera umræðu með svona hleypidóma. Því þetta er ekkert annað en hleypidómar og hræðsluáróður. Það er sífellt verið að bera saman epli og appelsínur og neita að taka útskýringar fagaðila á því að það er ekki hægt að bera saman að flatarmáli einu
og sér hver þéttleiki í íbúðahverfi er. Það er alls konar atriði sem koma þarna inn í og það er margbúið að fara yfir þetta hérna í stjórnsýslunni og ég ætla bara að biðja íbúa að hafa það hugfast sem ég hef sagt áður. 2 kjörtímabil, 2 meirihluta, minnihluta á öðru þeirra, meirihluta á hinu. Allir eru sammála. Allir þeir sem hafa kafað ofan í þetta mál og fengið upplýsingar frá fagaðilum eru sammála þessa vegferð sem við erum á með þetta deiliskipulag. Þar fyrir utan er kannski rétt að benda á umsagnir eins og þær sem að komu fyrir skipulagsnefnd núna síðast ásamt fleirum. Það nú man ég ekki föðurnafnið hennar, Auður Sveinsdóttir, landslagsarkitekt, Hilmar Þór, arkitekt. Þetta eru aðilar sem eru og Ásdís Hlökk fyrir forstjóri skipulagsstofnunar. Allt fagfólk með enga tengingu, jú, Auður náttúrulega býr hérna, en þetta er fólk sem er að tala á faglegum forsendum inn í þetta skipulag og bara mærir það. Þannig að mér finnst enn og aftur tilefni til þess að hrósa nefndinni, starfsfólkinu okkar og okkur bara bæjarfulltrúum líka sem hefur staðið saman í þessu máli og hvet okkur öll til þess að halda samstöðunni áfram og standa upp á móti rangfærslum sem verið að bera upp á starfsfólki okkar. Mér finnst það bara mikilvægt fyrir okkur að hafa það hugfast að við erum fulltrúar þeirra líka. Svo langar mig líka að benda það að við erum að tala hérna breytingu á aðalskipulagi. Aðalskipulagi sem kemur til með að vera í gildi til 2045. Við erum að tala 20 ára, við erum að tala uppbyggingaferli sem tekur einhver 20-30 ár að raungerast. Þannig að hræðslu áróðurinn að það breyti ásýnd Mosfellsbæjar, þá fór ég að gamni að skoða. Hvenær var það nú sem það var byrjað að byggja permaformhúsin í Hulduhlíðinni og Hjallahliðinni? Það er árið 1993, sem sagt 30 ár síðan. Haldið þið í alvöru talað að íbúar sem að bjuggu hér þá, við vorum öll bara í einbýlishúsum, það var ein blokk sem að ég veit ekki myndi kallast blokk í dag, Urðarholtinu, já, Urðarholtinu, föðurbróðir minn og bjó þarna, þú veist, 8 íbúðir á 2 hæðum með eitthvað, það var nú allt fjölbýlið, en þannig var það bara á þessum tíma. Þannig að ef það hefði verið farið að kjósa á þeim tíma uppbyggingu, ekki bara permaformi eins og Hulduhlíðinni og Hjallahliðinni, Klapparhlíðina líka, haldið þetta hefði verið samþykkt. Litli-Kríkinn. Þú veist, þetta er allt sem er að falla núna, er að byggjast upp á síðustu 30 árum. Og ég komst nú ekki lengra aftur á Húsnæðis- og mannvirkjastofnunin til 2005 og síðan 2005 hefur orðið 2-földun á fjölda íbúða hérna í sveitarfélaginu yfir þessi 20 ár. Þannig erum við aftur að tala 2-földun fjölda en yfir 20-30 ár. Þannig að höfum það hugfast þegar fólk er að ræða þetta við okkur að ef það hefur verið að kjósa að það hvort það megi breyta aðalskipulagi fyrir allan þennan tíma þá erum við að binda hendur barnanna okkar við verðum flest öll komin bara inn á eyri eða annað þegar að því kemur. Þannig að finnst bara allt í lagi að fólk hafi ís í maganum og andinn og djúpt. Þetta það er mjög auðvelt að hræða með allt og ég að gamni tók líka aðeins nærtækara dæmi. 4. áfanginn í Helgafellshverfi er sá áfangi sem er nýjasti áfanginn þar sem hefur farið í gegnum breytingar frá rammaskipulagi þangað til það sem hefur gert í dag og þéttingin þar er 93%. Fjölgun íbúa þar er 93%. Það er sama og verið að tala að fjölga íbúðum á Blikastaðalandi frá núgildandi aðalskipulagi. En ég
mér finnst bara 4. áfangi mjög fallegur áfangi og fín og bara hafa heppnast vel og þannig að ég bara frábið mér allan svona hræðslu áráður og að slá sig með einhverjum rosalegum tölum. Við erum bara með hérna söguna aftur í tíma sem sannar það að við erum ekkert að fara neina offari, við erum að vanda okkur og við erum stolt af öllu hrósinu sem við höfum fengið frá utanaðkomandi aðilum. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Anna Sigríður. Fyrir svo vel. Mér að leita því sem ég ætlaði að tala þá ætla ég að bara fá að taka undir hvert einasta orð sem bæjarfulltrúi Jónsdóttir sagði hér í pontu. En ég hér komin upp máli, það er svo langa bókan hjá skipulagsnefnd að maður finnur ekki hvar málin byrja. Líklega í 4.2. Og það sem mig langaði til að fara... Voru í 4.3 og 4.4. Nú, býttu nú við. Nú þarf ég að skróla lengra, sko. Aðalskipulag 4.3 og deiliskipulag 4.4. 4.3 það ekki? Skýrsla Ásdísar Hlakkar Theódórsdóttur, hún undir máli 4.3? Þá ég hér undir máli 4.3. Mér langaði bara aðeins að vekja athygli á þessari skýrslu. Þarna sem sé utanaðkomandi aðili sem enginn efast býr yfir yfirgripsmikilli þekkingu í öllum skipulagsmálum sem fenginn til þess að rýna skipulagið sem nú liggur frammi og meta í raun og veru gæði deiliskipulagsins. Og það notuð til þess gagnreynd aðferð sem reyndar hefur verið notuð að mest fyrir þegar byggð hverfi, en það sem nýtt hérna það verða að meta deiliskipulag. En þá náttúrulega eins og Ásdís Hlökk undirstrikar og ég tók eftir núna áðan, eins og skipulagsnefnd sjálf undirstrikar, enn mikilvægara þegar við fáum svona góðan dóm, vil ég segja, gæði deiliskipulagsins, þá enn mikilvægara að ítreka það að deiliskipulag, það má eiginlega segja, deiliskipulag verður bara aldrei betra heldur en sú skipulagsnefnd sem situr á störfum og að taka ákvörðun það hvort að ég breyta því eða ekki. Þannig að aftur erum við minnt á það að valdið náttúrulega mjög mikið inn í skipulagsnefndinni en gríðarlega mikilvægt vegna þess hvernig þetta deiliskipulag tilkomið, hvernig það unnið, hvernig heildarsvipurinn og heildarsamspil mannlífs og náttúru þá skiptir öllu máli að halda sig við það. Og það raun og veru segir Ásdís Hlökk hérna. Mér skilst að þetta sé fyrsta skipulagið sem að fær niðurstöðuna mjög gott, held ég sé alveg örugt og en það sem ég finnst kannski áhugavert þegar maður lesi gegnum skýrsluna að það sem kannski ekki að fá toppeinkunn hjá okkur, það eru blessuð bílastæðin. Það virðist alltaf vera hægt að finna, ég veit ekki hvenær bílastæði í deiliskipulagi verða hönnuð þannig að það verði allir á eitt sáttir með það. En það virðist vera sérstaklega, það sem skýrsluhöfundur nefnir, að þá virðist það sérstaklega vera í sérbýlis hlutanum, athugasemdir við bílastæði. En svo eitt sem ég rek augun í og svo sem vissi náttúrulega fyrirfram en Ásdís Hlökk nefnir í sinni skýrslu og það er í kafla sem fjallar húsagerðir og hún segir, sem reyndar alveg rétt, það alls kyns húsagerðir, gert ráð fyrir alls kyns húsagerðum í deiliskipulaginu og það gott. En Ásdís Hlökk nefnir það sem við vitum að hún segir hér með leyfi forseta, því ég fór að lesa hérna upp, ekki virðist vera vikið að hlutdeild húsnæðis á viðráðanlegu verði eða ólíkra eignaforma svo sem búseturéttar íbúða og óhagnaðardrifin eða lághagnaðardrifin leiguíbúða í deiliskipulagstillögunni.
þetta ekki enga nýja fréttir fyrir okkur sem hér sitjum, við vitum að þetta svona, en og við getum haft ýmsar skoðanir á því. Ég hefði óskað að þetta væri öðruvísi, en við erum náttúrulega bundin af alls konar samningum, en það eru fleiri áfangar eftir í Blikastaðalandi og það hægt að ráða bót á ýmsu sem að fólki kannski finnst mætti gera aðeins betur í þessu deiliskipulagi, sem ég samt mjög hrifin af. Lovísa nefndi náttúrulega líka hér áðan sko, að það eru ekki til einhlít algild viðmið það hvað æskilegur þéttleiki byggðar þá með þeirri hugsun að tryggja svokölluð staðargæði, og við höfum orðið vör við það í umræðinu hér að það einmitt engin svona einhlítur samanburður, en samanburður samt til, og þegar að hér borið saman held ég 23 hverfi og 7 slík hverfi á höfuðborgarsvæðinu eru tilgreind í úttektinni, með leyfi forseta, vitna ég aftur hérna í þessa skýrslu. 3 þeirra fengu einkunnina staðargæði í meðallagi. Það voru vesturhluti Úlfarsárdals, norðurhluti Rauðaholts og suðvesturhluti Helgafellshverfis. Þessi hverfishlutur eru með þéttleika 35, 37 og 21 íbúð á hektara. Hin hverfin, þessi 4 af þessum 7, fengu einhvern slök staðargæði. En deiliskipulagið sem við erum með í gangi hér hjá okkur og í vinnslu og vonandi fer þokkalega hratt og vel bara í gegnum kerfið núna, það fær mjög gott út úr þessari skoðun. Auðvitað engin endalegur sannleikur, þetta er náttúrulega mat mannesku, en þetta er mat óháðs sérfræðings sem að þekkir mjög vel til skipulagsmála. Og það gladdi mig mjög að sjá þessa skýrslu, og hún styður í raun og veru þá niðurstöðu sem við höfum, og ekki bara við, allir sem koma, allt starfsfólki allir aðilar sem hafa komið að því að móta þetta deiliskipulag, að við erum með í höndunum deiliskipulag sem við getum verið mjög stolt af. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri óskar til að taka til máls þessi mál. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem upp undir sömu málum og mér finnst þetta bara svo stórt mál, mikilvægt mál, að ég geti eiginlega ekki látið það fram hjá mér fara að segja nokkur orð það. Og ég held að það séu nú ekkert margar skipulagsnefndir á landinu sem hafa haft til umfjöllunar eins stórt verkefni á þetta á þessu kjörtímabili. Ég held ekki. Þetta er rosalega stórt verkefni og við þurfum aðeins að bara líka vera með ákveðna auðmýkt gagnvart því. Við erum ekki vön, held ég bara hvorki við þetta borð né svona annars staðar í okkar lífi að taka svona stórar ákvarðanir. Þetta eru stórar tölur, þetta hefur mikil áhrif og til langrar framtíðar. Og það er bara fullkomlega eðlilegt að við svona aðeins viljum velta þessu fyrir okkur, enda höfum við gert það. Og þetta mál hefur náttúrulega átt sér mjög langan aðdraganda. Ég held að enginn sem býr í Mosfellsbæ og hefur haft í Mosfellsbæ á síðustu 20-30 árum hafi búist við öðru en að er byggt á Blikastaðalandi. Þannig að það í sjálfu sér ekki kannski endilega það sem við erum að taka til umfjöllunar. Ekki hvort, heldur hvernig. Það var ákveðið á sínum tíma að byrja annars staðar og það var farið í stór uppbyggingarverkefni svo sannarlega á Mosfellskan mælikvarða í Helgafellslandinu og í Leirvogstungunni. Og það svona kannski það sem við lærum af því að hvað undirbúningurinn skiptir miklu máli. Og auðvitað kannski erfitt líka að bera þau verkefni saman við þetta. Þar sem við vitum að ákvarðanir voru teknar í slæmu efnahagsástandi
og svo framvegis sem hefur haft áhrif á uppbyggingu í þeim hverfum. En skipulagsferlið sem slíkt, það lögbundið, mjög lýðræðislegt ferli. Okkur ber að tala við íbúa oftar en einu sinni, bjóða þeim að borðinu, bjóða þeim að taka þátt, segja hvað þeim finnst og almennt gera íbúar það. Og mjög ánægjulegt að sjá að þeir hafa gert það líka núna þó að flestar umsagnirnar sem hafa komið á þessu máli eru nú ekki frá íbúum. En það náttúrulega líka út af því að við erum að brjóta nýtt land. Það allt öðruvísi þegar við erum að þétta hverfi, þétta byggð þar sem fólk fyrir. Og svo aftur, það bara fullkomlega eðlilegt líka þegar við erum að ræða svona stórt verkefni að það sé ekki allir saman. Og að við höfum áhyggjur af þéttleika, við höfum áhyggjur af bílastæðum og umferð. Og sérstaklega eftir umræðuna á síðustu mánuðum skipulagsmál í nágrannasveitarfélaginu sérstaklega og höfuðborginni Reykjavík, þar sem að þessi umræða hefur verið mikil og svona, það hafa verið, ég kannski segja gerð mistök, en það hafa komið upp stór mál og fólk hugsi yfir því, hvert erum við að fara með þessi mál, hvernig ætlum við að hafa borgina og hvað þýðir þessi þétting. Og þetta náttúrulega kemur líka inn í það sem við erum að ræða hér. Það verður öðruvísi byggt á Blikastaðalandinu en við höfum byggt annars staðar í Mosfellsbæ á öllum þessum tíma sem að nefndur hefur verið hér áður. En aftur að þessum ákvörðunum og þeir sem hér sitja, það okkar kjörinna fulltrúa að taka ákvarðanir. Við erum búin að fjalla þetta mál í öllum nefndum bæjarins á kjörtímabilinu og við höfum velt fyrir okkur fjárhagslegum áhrifum á rekstur sveitarfélagsins til lengri tíma. Þannig að ég held að við getum alveg verið svona ánægð með í rauninni undirbúningsvinnuna sem hefur verið unnin. Við höfum vandað okkur. Það var náttúrulega búið að gera samning við landeiganda þegar við settumst við þetta borð. Þannig að við höfum fylgt því eftir. Við hófum ekki málið, en aftur, það hefur legið fyrir að það verði byggt á þessu landi og það í sjálfu sér þarf ekkert að koma neinum á óvart. En aftur, það spurningin hvernig. Og ég held allavega að miða við samstöðuna sem hefur verið það hvernig, að þá getum við verið farið og gengið til þessarar ákvarðanatöku svona tiltölulega örugg að allavega við erum búin að velta við flestum steinum og fólki svona líði almennt vel með þessa ákvörðun miðað við samstöðuna sem hefur verið í hópnum á kjörtímabilinu. Og ég allavega trúi því að unnið hafi verið vel í þessu verkefni með hagsmuni Mosfellsbæjar í huga og Mosfellsbæjar bæði núna og í framtíðinni. Af því að hér náttúrulega skipulag til langs tíma og við viljum að í framtíðinni verði íbúðir bæði fyrir ungt fólk og eldra fólk og í rauninni allt fólk í Mosfellsbæ og tækifæri fyrir börnin okkar til þess að búa áfram hérna. Og það hefur svo sannarlega ekki verið til staðar undanfarin ár. Og við megum ekki gleyma því að það hefur verið svo þróun hér að fólk á ákveðnum aldri hefur þurft að flytja úr bænum til þess að stofna heimili og svo hefur það komið aftur þegar það hefur betur staðið á hjá því fjárhagslega og getur keypt sér stærri hús. Og tölfræðin bara sýnir það. Við bæðum vitum þetta en tölfræðin segir þetta líka. Og það auðvitað ekki góð meðmæli með sveitarfélagi til framtíðar. Það ekki endilega kúltúrinn sem að við viljum standa fyrir. Og það var aðeins rætt það, til dæmis fyrir síðustu kosningar, hvort þetta var ekki bara svefnbær. Við auðvitað svörum því neitandi, flest sem að sitjum hér allavega held ég, það að því að við viljum ekki hafa það þannig. Og ég held að það sé tækifæri hér í þessari uppbyggingu til þess að sýna það og sanna að það öflugt mannlíf í Mosfellsbæ, ég held að verði öflugt mannlíf á Blikastaðalandi
og að við fáum tækifæri þá til þess að byggja í rauninni næstu í heilan bæ. Þetta er bara bær á íslenska mælikvarða sem við erum að fara að byggja, sem hefur miðju, sem hefur náttúru, sem hefur svona aðdráttarafl bara fyrir fólk og býður upp á all þau svona gæði sem að Mosfellsbær hefur. En það mun reyna á, alveg eins og það hefur gert áður þegar stór uppbyggingaverkefni fara í gang og við skulum ekkert svona loka augunum neitt fyrir því, en ég held að undirbúningurinn hafi verið góður og að við getum öll sem sitjum hér verið stolt af því sem að við höfum lagt af mörkum og í rauninni bara að líta á þetta verkefni svona sem þetta eru sögulegar ákvarðanir sem verið að taka því þær eru bara svo stórar. Þannig að já, takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi Mikaeli. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, við kemum undir sömu mál, þessi 434 og 44 sem verið rætt hingað til, þar að segja Bílgæðstaðaland og svona alls konar sem hefur komið fram og alls konar sem maður getur sannarlega verið sammála. Svona kannski það held ég að sé öllum ljóst að málið er í umræðunni og eins og eðlilegt er og eins og eðlilegt að sé. Þetta er fyrir þessu mál og eins og við komum fram mál sem setur ákveðnar línur til framtíðar eins og eðli er í svona stórt skipulag. Þannig að það er líka eins og bæjarfulltrúi Halldór kom inn á, eðlilegt að sé ekki allir sammála strax. Það verður partur af lýðræðislegri umræðu að tala það, að dreifa við sjónarmiðum og það hefur verið gert, sannarlega, og er partur af því. Spurning hvort það hefur verið gert nóg, við veit alveg að það ætti að gera betur og ætti að gera lengra. Það er líka svona og sund er svona, mann ekki 100% málsæti en einhver veginn að vanda vel það sem að lengi á að standa, ekki, eitthvað svona í þá átt. Þannig að það er einn svona sem ég langar kannski aðeins að nefna og ég veit, einn af þessu grundvallaratriðum sem er fínt að vera sammála að vera sammála staðurinn og alveg sjálfsagt að verja gegn svona fölskum fréttum og æsingar slagorðum og þess vegna bara að gera. En kannski svona í því ljósi, ekki til að vera pikki en svona smá, svona einn svona atriði sem hefur stuðað mér aðeins í orðaræðinni er að þetta mál hafi verið á 2 kjörtímabilum. Þetta tiltekna mál varðandi í Bríkjarstaði. Auðvitað er það þannig að hver sem hefur sé bara þróun höfuðborgarsvæðis síðustu áratugi, að svona einhverju framreist tún sem enginn er að nýta að verða sennilega partur á byggð. Þegar ég flutti hingað til landsins fyrst, kom hingað fyrst í lok síðustu aldar, þá var tún það sem Smáralind er núna. Þannig að það eru önnur tún sem hafa horfið og ég held að sé allir sammála að það við geta horfið. Eins og varðandi málið sjálft, mér finnst pínu hártogun að tala það að sé búin að vera allir saman á 2 kjörtímabilum. Og með leyfi forseta langar mig að vitna aðeins í fundargerð frá fundi bæjarstjórnar 4. maí 2022 sem, ef ég fer ekki með rangt mál, var seinasti fundur fyrir kosningum. Það ár, seinasta eða næst seinasta, en með leyfi forseta langar mig að lesa aðeins úr fundargerð sem öll aðgengileg á netinu og hvet íbúum til þess að rifja þau mál ef langar til þess og þá segir meðal annars í aðdraganda þessa samnings fengum við bæjarfulltrúa rúma viku til þess að taka afstöðu til samningsins og veru bundið trúnaði innihald samningsins á þeim tíma. Þetta er bókun fulltrúa C-lista, ekki L-lista, en L-listi bæjarfulltrúi Mosfellsbæjar þá ef ég má aftur vitna örlítið það
þá segir það sem mótmælti þeim leyndarhjúpi sem hvíldi yfir samningsgögnum að þar til komið bara á þennan fund. Bæjarfulltrúi telur nauðsynlegt að hafa fleiri valkosti til samanburðar og þar sem mann óttast að stöðuverkefni dræfum of mætti til endurbæta og viðhalda þeim þjónustöðum áfram. En allavega þá var niðurstaðan þannig að bæjarfulltrúi Vinnumarkaðsbæjar greiddi atkvæði gegn afgreiðslu þess samnings þá að þessum fundi. Meðal annars reifaði upp spurningum af hverju þurfti að flýta sér svo þá. Og síðan þeim tíma eins og við reift við þá þessi bæjarstjórn sem hér situr tekið gríðarlega mikið til verka í þessum málum og ná að rétt á kútnum, má segja, verulega, til dæmis með þessu drauga endurbætum viðauka við samningin sem var gert núna í febrúar, klárlega. Þarna, við maður rétt, voru 15 milljarða halli leiðréttur, þannig að við maður rétt að tölu, þannig að það eða 1,5 milljarða, sennilega. Þannig að allavega fullt af þúsundum milljónum. Og ég biðst afsökunar að því að ef ég fer með rangmál. En allavega það 4 milljarðar, 4.000 milljónir. Það allavega upphæðir sem enginn okkar mun nokkuð tíma sjá svona þannig að þess vegna ruglast aðeins fyrir manni. En allavega þetta óumdeilanlegt. Og ég held að sé allir sammála það og geta verið sammála það að verið unni gríðarlega gott verk so far. Það sem hins vegar líka spurningum og það rauninni bara vangavelta sem hægt að velta fyrir sér. Nú aftur örstuð í kosning. Nú aftur ekki seinasti fundur fyrir kosningu en samt svona 6-8 vikur til kosningar, eitthvað svona, 8 vikur sennilega. Og þetta land ekki að fara neitt. Þetta skipulag ekki að fara neitt. Eins og við erum búin að tala þetta mál til næstu 20 ára, 30 ára, 35 ára. Þannig að það í rauninni kannski ágætt líka að flýta sér ætt í þessu efnum. Taka umræðuna í gangi, bókum sem fundagerðar sem liggur hér til afgreiðslu með langa bókanir frá skipulagsnefnd hvað þurfum við að gera og skoða vel og vandlega alls konar þættir sem bara gríðarlega gott. Og þá gefst tækifæri líka núna í aðdraganda þessara kosninga og eftir þessar kosningum að taka máli lengra og fá afstöðu íbúa kannski ef ekki með beinum ætti þessu skipulagskosningu sem svona fátíðar en ekki úrséðar. En ég veit alltaf svolítið vandasamt hvað að spyrja í svona kosningum, svona alls konar tilfinningarleg, verða nóga tilfinningarlegu kosningum á þessu ári, sannarlega í lok sumarsins, þannig að það kannski ágætt að geyma tilfinningar þar til, eða öllu heldur væri ágætt líka tala staðreyndir þá, en það önnur umræða. En eins og varðandi þetta, þá spurningi aftur og heldur að sé kannski ágætt að vita og horfa örlítið aftur á bak hversu mikið betra mögulega ef þið geta þetta mál vaxi og orði ef það fyrir 4 árum síðan ef þið ekki verið roki í að samþykkja samninga á seinasta fundi fyrir kosningum eftir allar þessar lengd að taka þá umræðu í opnu umræðu með íbúum, með samfélagi hversu mikið á að velta fyrir sér, hvort og hversu ef þið breytt fyrir umræðunni í samfélagi og fyrir svona þessi skautun sem hefur orðið kannski þessi mál að ekki endilega öllu þörfu. Þannig að þetta svona vangaveltur sem mér fannst verða að deila með ykkur. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Þá bæjarstjóri beðið orðið. Forseti, góðu bæjarfulltrúar, mig langaði bara svona aðeins að rifja upp með samninginn. Það sem við fengum út úr þessum endurbætta samningi var í fyrsta lagi að við fáum greiðslur miklu fyrr.
verði þetta skipulag samþykkt, þá fáum við greiðslur miklu fyrr í ferlinu. Við fáum greiðslur í staðinn fyrir lóðir að miklu hluta. Samningurinn hækkar 4 milljarða, þess utan kemur 1,5 milljarður sem að hefði kostað okkur að byggja upp nýja leikskóla þar sem Höfðaberg er. Þannig að bara svona fyrir umræðina þá vil ég minna á að þetta sem sagt samningurinn að því að hérna, það var aðeins talað hann hérna áðan. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri, þá var það bæjarfulltrúi Lovísa. Það getur bæjarfulltrúar. Ég vil hérna koma upp út af því sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Mikaeli hérna áðan með hérna að þetta hefði ekki verið óumdeilt á síðasta kjörtímabili. Það er verið að blanda saman annars vegar samningsvinnunni og hins vegar deiliskipulagsvinnunni og aðalskipulagsvinnunni. Það hefur verið fullkomin samstaða alla skipulagsvinnu en það var ekki samstaða samninginn sjálfan. Þetta eru 2 aðgreind mál. Þannig að á síðasta kjörtímabili þá sat ég í skipulagsnefnd sem áheyrnarfulltrúi í minni hluta og þar vorum við að vinna hörðum höndum að rammaskipulaginu og forsendunum sem lágu þar til grundvallar. Þar var í gangi vinna varðandi hérna þessar hvað maður segja, já, þau gögn og þær upplýsingar sem við vildum byggja breytingarnar á, það er að segja áætlaða fjölda íbúa, leikskólabarna og svo framvegis. Alls konar grunnvinna sem þurfti að fara fram. Samningurinn er algjörlega þar til hliðar og við höfum tekið á honum eins og hefur komið hérna fram á þessu kjörtímabili. Það að þetta sé að koma fram núna aftur stuttu fyrir kosningar, það er bara vegna þess að þetta er búið að taka allan annan tíma á þessu kjörtímabili og við erum búin að vera með 3 opna fundi nú þegar málið sem að fyrsti var held ég 23 sem að við heldum bara þegar við vorum bara rétt búin að vera í ár. Þannig að hérna, það er ekkert óeðlilegt við það ferli. Svona bara tekur lýðræðislegt ferli í skipulagsvinnuferli, það tekur þennan tíma og hérna, þannig að það er bara mjög gott ef við getum þá klárað þetta á þessu kjörtímabili en hérna, já, ég ætlaði ekki að segja hana. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ásgeir Kjölsvöld. Forseti bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sömu málum undir fundargerð skipulagsnefndar varðandi aðalskipulag Mosfellsbæjar og fyrsta áfanga Blikastaðalands deiliskipulagsáfanga þar. Ég ætla ekki að fjalla efnislega um þessi skipulag sem er búið að fara hér vel yfir á þessum fundi en ég er einn af þeim bæjarfulltrúum sem hefur staðið þétt að baki þessara vinnu, bæði í þeim aukavinnum og málstofum og öðru sem hefur verið haldið en líka bara hér í bæjarstjórn og bæjarráði og ekki síst í skipulagsnefnd þar sem ég er búinn að sitja síðastliðin 8 ár þannig að ég er búinn að vinna nokkuð þétt að þessu máli og styðja það heils hugar og tek undir það að sú vinna sem hefur farið fram, hún er eitthvað sem að hlýtur að kallast mjög vandað og það er auðvitað mjög mikilvægt að réttar upplýsingar séu í loftinu þannig að fólk getur tekið ákvarðanir byggðar á staðreyndum og þess vegna hafa nú verið haldnir þessir opnu fundir og kynningar sem hefur verið reynt að varpa ljósi á staðreyndir málsins. En ég vildi bara rétt nefna sem að reyndar bæjarfulltrúi Lovísa var búinn að nefna hér þar sem er verið að tala réttilega bókanir frá hendi fulltrúa minnihlutans á síðasta kjörtímabili þar sem að þeir voru ósáttir við þann rammasamning sem að lýtur að fjárhagslegu hliðina á þessu verkefni sem að var samþykktur hérna rétt fyrir síðustu kosningar eftir að hafa verið unnið mjög lengi að honum á síðasta kjörtímabili að þá náðist samkomulag rétt fyrir kosningar sem að gera það að verkum að hérna, það var ákveðið að skrifa undir það en ég vil að það komi skýrt fram að í því rammaskipulagi stóð og
var síðan framkvæmt á þessu kjörtímabili að það væri mjög viðamiklir viðaukar sem að þyrfti að ganga frá varðandi þennan samning sem að þyrfti að ganga frá þannig að hann myndi ganga eftir og það var ekki hægt að mínu mati að fara að leggja þennan samning fyrir einhverja íbúaumræðu vegna þess að það var bara ómögulegt og það var ekki heldur hægt að fara áfram með skipulagið áður en að rammi af svona samningi væri tilbúin vegna þess að þá hefðu við gefið frá okkur ansi sterka samningsstöðu sem við hefum haft í þessu máli. En þetta er búið að taka langan tíma. Sá samningur, sá viðauki sem kom núna í febrúar, hann er búinn að taka mjög langan tíma og búið að eyða mikilli vinnu í hann á þessu kjörtímabili og ég er sannfærður það að það var reynt til þess ítasta að ég ná þeim árangri sem náðist og ég er sáttur við hann en það að fara að bíða aftur fram við kosningar með þetta mál, ég teldi að það væri mjög óráðlegt að gera það vegna þess að sú vinna sem hefur verið unnin í þessu og á þeim stað sem þetta er komið núna þá tel ég enga ástæðu til þess að bíða fram við næstu kosningar með það. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Mikael Gjörsuvel. Takk forseti, rétt að bregðast við og bæta örstuð við. Í fyrsta lagi vil ég þakka bæjarstjóra fyrir að koma með staðreyndir og reyna sem hafði aðeins flæst fyrir mér tölunar. En varðandi þennan samning, varðandi afstöðu bæjarfulltrúa í fyrra kjörtímabili eða núna. Það er ekki alveg hárétt að segja að þessi mál sé ótengt. Það er þetta mál. Þessi inntaki samnings fyrir utan allar fjárhagslega hluti sem hefur verið endurumsamið og aftur þegar við talum gríðarlega sterka samningsstöðu á sínum tíma, það er að segja 2022, það er kannski ekki alveg hárétt við að við fundust 4 milljarðar réttara sagt í þessum endurskoðun, þannig að það er kannski svona heldur fjárhagslega farið með sterka samningsstöðu en samningur sjálfur snýst það að lofa eða ef við erum ekki búin að skilja almennilega það og við skulum endilega ekki eyða ómikið tíma það við gjarna þykja á móti ábendingu síðar. En hversu mikið bindur þetta samning skipulagsferli hversu ekki? Það var rosalega mikið deilt það á sínum tíma og er en í grunni snýst einhvers konar köllum að viljayfirlýsingu, einhver svona áform uppbyggingu X fjölda íbúða á þessu svæði. Samningur það, landnotkun Blikastaða. Það held ég ótvíræð. Það snýst uppbyggingarsamning á Blikastaða. Þannig að síðan auðvitað alls konar aðra hluti og þóknun fyrir það og eins og hefur komið fram alls konar pælingar hvernig skipulagi og hversu greiðslu til bæjarins sé að vera háttað, það gott og vel. En í grunni snýst það. Þannig að það og hvernig á að byggja á þessu landi. Það eins og einstæða þessu samnings, einstöku stöðu þessu samning, það að hversu stórt það er. Það bara mósveðsku mælikvarði og jafnvel bara þó við að vera leitað, eins og Gjörd satt, það stór samning. En þetta í grunni það sem allir landeigendur þurfa að gera við skipulagsyfirvald. Semja það hversu mikið má innan þess ramma sem bærinn setur. Þannig að þetta snýst málum. Og árétta það að ég ætla alls ekki að meina að væri eitthvað óeðlilegt að þetta mál kæmi stuttu fyrir kosninga til afgreiðslu. Alls ekki. Það eins og verið sagt, hefur tekið þann tíma að komast þangað. Þannig að það bara fullkomlega eðlilegt. Það sem eins var ég að velta fyrir og fyrir alls að vera ósammála, sjálfsagt og sérstaklega þeir sem hafa verið 100% með og skýra sín að þetta sé réttu leiðina. Það sjálfsagt að halda það áfram og vera þeirra skoðunar.
En eins og að því máli samt mikið til umfjöllunar í samfélagi. Ég held að það get ekki farið fram hjá neinu. Auðvitað kannski alltaf spurning, hversu margir er þessi margir? Jú, hversu þetta hávær minnihluti eins og gjarnan er notað þá sem láta heyra í sér? Ég meina, hvað eru margir sem mæta á þessum opnum fundum? Fullt af fólki, samt pínu lítið prósent af því sem býr í Mosfellsbæ. Þannig að er sá hávær minnihluti merkilegri hinn? Þannig að það sem er klárlega stjórntæki eða tæki fulltrúa lýðræðis til þess að fá endurnýjað umboð er að fá það umboð. Og nú er tækifæri til þess 16. maí, ef maður rétt, allavega þátölu, allavega miðjan maí, til þess að kjósa til nýrra bæjarstjórna, sem hún líka eiga fullt að gera með þetta land og aðrar önnur svæði reyndar til uppbyggingar í Mosfellsbæ. Það er ekki eina landi sem er möguleika að byggja í Mosfellsbæ. Þannig að það er í rauninni þetta sem er svona hvatning til okkar allra, að þegar að tala andi í maga, þá á við alla. Þannig að tökum þann tíma sem þarf til þess að taka þessu umræðu og taka á því þennan blett sem er að byrjunin var þannig að þessi samningur sem lengi var unnið án vitneskju bæjarfulltrúa á fyrra kjörtímabili var keyrð í gegn korteri. Tökum það út úr jöfnu og byggjum á solid grunni, á sterkum grunni sem er þessi flottvinna sem hefur verið unnið og tökum umræðinu hvað svo. Það er það sem ég var að velta fyrir. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Forseti vill árétta að við erum að ræða hérna aðalskipulags- og deiliskipulags tillögur og umræddur samningur er vissulega tengdur þessu en án þess að forseti ætli eitthvað að fara að útskýra það sem kom fram í orðum bæjarfulltrúa hér áðan, þá var nefnt að það væri aðskilið mál sem að í málakerfi sveitarfélagsins. Þannig að mér langar að biðja bæjarfulltrúa svona að reyna að vera ekki að fara of efnislega á dýptina í efni samningsins í þessum umræðum nema það tengist þessum deiliskipulagsbreytingum beint. Það eru allt sem snýr að samningnum sjálfum hefur verið og mun eflaust verða rætt undir öðrum málum í framtíðarviðaukum og annað. Bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég komin hérna upp undir sama máli og ég ætla bara að byrja á því að þakka fyrir þessa góðu umræðu hérna og þessi góðu orð hérna frá bæjarfulltrúum. Ég ætla svo sem kannski ekki, mér finnst bara komið margt og mikið fram, þannig ég hef kannski ekki við miklu að bæta, en mér langar kannski bara að tala aðeins varðandi þessa vinnu og á þessu yfirstandandi kjörtímabili. Það er búið að fara mikil og góð vinna og vönduð vinna fram á öllu þessu kjörtímabili. Hvað hefur verið vel upplýst í nefndum og í þessu ferli varðandi þetta mál og ég vil bara þakka Kristni Pálssyni skipulagsfulltrúa og skipulagsnefndinni og líka bara það er ekki hægt annað en að þakka Regínu Ásólfsdóttur bæjarstjórann okkar og Þóru bæjarlögmanni fyrir og bara auðvitað öllu starfsfólki og umhverfissviði og annað en bara fyrir þessa ómetanlegu vinnu því að þetta er eins og er búið að koma fram risastórt verkefni og mál og bara þessi tillaga, svo ég bæti aðeins við, ber með sér að vera unnin af fagmennsku, þekkingu og metnaði og bara er að leggja grunn þessi megin markmið þessa skipulags er bara að leggja grunn að öflug og
eftirsóknarverðu hverfi sem styrkir nærumhverfið og bætir lífsgæði þeirra sem sækja svæðið, sem munu starfa þar og sem munu búa á þessu svæði eða þá vera nálægt því. Þannig ég segi bara áfram við, höldum áfram, verum með réttar upplýsingar hérna frammi og höldum okkar vönduðu og góðu vinnu áfram því það engin smá tími búin að fara í þetta. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessi tvö mál, aðalskipulags- og deiliskipulagstillögur. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Og enginn kveður sér hljóðs aðra liði þessarar fundargerðar. Við tökum þá fundargerðina til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 16. fundar skipulags- og umhverfisnefndar að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá höfum við lokið afgreiðslu fundargerða sem þess krefjast og komið að almennum erindum og þá það næst 5. dagskrármál sem starfslok bæjarstjóra og ráðning nýs bæjarstjóra og þá einhverju augnablik á meðan bæjarstjóri víkur úr salnum. En líkt og komið hefur fram þá hefur bæjarstjórinn Regína Ásvaldsdóttir óskað eftir lausn frá störfum frá og með hún ljúki störfum 31. mars næstkomandi og að tímabundið, svo önnur tillaga sem verður boðin hér upp til afgreiðslu á eftir með tímabundna ráðningu bæjarstjóra að Þóra Margrét Hjaltisteð bæjarlögmaður verði ráðin sem tímabundið þar fram að kosningum eða þar til ný bæjarstjórn tekur við þann 1. júní og henni verði samhliða veitt tímabundið leyfi frá störfum bæjarlögmanns. En þá opið fyrir umræðu þetta mál og þessar tillögur. Það enginn sem kveður sér hljóðs þetta mál. Já, við munum taka fundarhlé varðandi frágang bókunar en myndum ljúka umræðu og afgreiðslu tillagnanna fyrst, ef ekki athugasemdir í það. Já, það enginn sem kveður sér hljóðs þetta mál og þá les forseti hér fyrst upp fyrri tillöguna og hún hljóðar þannig: á 1700. fundi bæjarráðs þann 20. og 7. febrúar 2026 var lögð fram ósk bæjarstjóra Regínu Ásvaldsdóttur lausn frá störfum. Á fundinum var samþykkt að fela formanni bæjarráðs að ganga frá starfslokum bæjarstjóra í samræmi við 5. grein ráðningarsamnings. Í samráði við Regínu lagt til að hún láti formlega af störfum 31. mars 2026 og að nýr bæjarstjóri taki til starfa frá og með 1. apríl. Á tímabilinu 1. apríl til 30. apríl verði Regína til ráðgjafar sé til hennar leitað án viðveruskyldu. Lokauppgjör launa og ótekins orlofs fari fram með síðustu launagreiðslu 1. maí næstkomandi. Og þannig hljóðar þessi fyrirliggjandi tillaga starfslok bæjarstjóra. Tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu að rétta upp hönd. Það eru 6 atkvæði, einhver á móti, enginn á móti,
það eru þá samþykkt með 6 atkvæðum B, S og C lista og bæjarfulltrúar D lista og L lista sitja hjá. Og þá er það síðari tillagan sem liggur hér fyrir. Hún hljóðar þannig, ég held að forseti verða að taka örstutt fundarhlé áður en ég lesa til það. Þá höldum við áfram þessum bæjarstjórnarfundi númer 891 og við erum hér á 5. dagskrármáli og höfum afgreitt og samþykkt ósk bæjarstjóra laust frá störfum. En þá er hér síðari tillagan og hún er svo hljóðandi. Lagt er til að bæjarráð vísi til bæjarstjórnar tillögu að Þóra Margrét Hjaltested bæjarlögmaður verði ráðin í starf bæjarstjóra frá þeim degi sem bæjarstjóri lætur af störfum til loka kjörtímabils þann 31. maí 2026. Jafnframt er lagt til að formanni bæjarráðs verði falið að undirbúa ráðningarsamning
þar sem starfskjör verða ákveðin sem lagður verði fyrir bæjarráð og bæjarstjórn til samþykktar. Þá lagt til að Þóru Margréti Hjaltested verði veitt leyfi frá starfi bæjarlögmanns á meðan á ráðningu í starf bæjarstjóra stendur. Þannig hljóðar þessi tillaga og ég ber hana þá undir atkvæði og bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tímabundnu ráðningu og leyfi að rétti bönd. Það eru 6 atkvæði, ég svo C-lista, einhver á móti, svo ekki og bæjarfulltrúar D og L-lista sitja hjá. Og þá tökum við fundarhlé til að ganga frá bókunum.
Þá höldum við áfram þessum 891. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar. Við erum rétt að ljúka hér 5. dagskrármáli, höfum lokið afgreiðslu tillagna sem snúa að starfslokum bæjarstjóra og ráðningu nýs bæjarstjóra. Og bæjarstjórn hefur komið sér saman hér sameiginlega bókun sem svohljóðandi. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar þakkar Regínu fyrir farsælt og traust samstarf á liðnum árum. Hún hefur með festu, fagmennsku og heilindum lagt sitt af mörkum til að efla stjórnsýslu Mosfellsbæjar og styrkja samfélagið í heild. Fyrir það færir bæjarstjórn henni innilegar þakkir og óskar henni velfarnaðar. Bæjarstjórn lýsir jafnframt yfir ánægju með tímabundna ráðningu Þóru Margrétar í starf bæjarstjóra og hlakkar til áframhaldandi samstarfs. Og þá höldum við áfram í næsta dagskrármál sem mál númer 6, sveitarstjórnarkosningar 2026. Það tillaga kjörstað og fjölda kjördeilda í sveitarstjórnarkosningum þann 16. maí næstkomandi. Og tillagan svohljóðandi: lagt til að kjörstaður sveitarstjórnarkosningar sem fram fara 16. maí næstkomandi verði í Lágafellsskóla í 9 kjördeildum. Tillagan opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs hana og við tökum hana þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Þá öllum afgreiðslum fundarins lokið og komið að fundargerðum til kynningar. Þá næst 7. dagskrármál sem fundargerð 421. fundar stjórnar Strætó BS. Sá fundur fór fram 13. febrúar. Þar voru 9 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Mikaeli, gjörðu svo vel. Forseti, örstutt þessa fundargerð stjórnar Strætó, menn merkilegt hvað rætt að tala en þar fyrsta mál á dagskrá reyndar óbúslega áhugavert, allavega að mínu mati. Þarna tala ungmennafargjöld og þetta og með leyfi forseta, við má vitna í fundargerðar, þá tala að lögð fram útskrift úr fundargerð Reykjavíkurborgar að gjaldfrjáls verði í Strætó fyrir reykvísk ungmenni á grunnskólaaldur. Þetta og síðan ákveðið að fá minnisblað máli og allt áfram, og ræða áfram. Það sem óbúslega áhugavert að því vinir Mosfellsbæjar hafa tvívegis á þessu kjörtímabili lagt fram sambærilega tillögu fyrir mosfellsk grunnskólabörn og sú tillaga hefur ekki fengið brautargengi, meðal annars að því að við talið óvíða að taka við Strætó. Þannig að núna þegar stóri bróðir búinn að ryðja niður vegginn, þá vænti ég þess að mosfellsk grunnskólabörn fái þetta í beinu framhaldi. Og það verður mikið létti fyrir mjög marga. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Lofís að gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, það rétt að upplýsa það að vissulega var tekin ákvörðun það í borgarráði að fela borgarstjóra að kanna möguleikana á því að vera með ókeypis fyrir ungmenni í Strætó. Það liggur hins vegar alveg ljóst fyrir og það búið að vera umræða þetta, allt þetta kjörtímabil í stjórn Strætó. Nú ég búin að sitja þar síðastliðin 4 ár. Og þær til dæmis kostnaðartölur sem að koma fram í bréfinu eru ekki endanlegur raunkostnaður, þannig að það ansi margt á höldu ennþá sem að þarf að greina betur og það full samstaða inn í stjórn Strætó að við getum ekki tekið ákvörðun
þessi fargjöld, að fella niður þessi fargjöld á þessum upplýsingum því að kostnaðurinn gæti verið sko milljarður eða 1,5 milljarður. Þannig að og við fólum framkvæmdastjóra Strætó að vinna málið áfram. Inn í þetta blandast síðan það að starfsemi Strætó BS að færast inn í félagið Almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins OHF, þar sem ríkið að hluta meðeigandi og við teljum okkur ekki geta tekið svona ákvörðun þegar að við erum bara í miðri á að flytja starfsemina inn í nýtt félag með fleiri eigendum. Við getum ekki bundið hendur ríkisins því að þarna verði kostnaður ríkið þyrfti að vera tilbúið að koma inn í og taka þátt í þessum kostnaði. Það ekki bara sveitarfélögin. Hvort að Reykjavík ákveður síðan bara þá að kaupa af Strætó, bara versla af Strætó miða, það bara þeirra að ákveða það, en mér skilst að það sé ekki áhuga á því, því að þar erum við að tala um miklu hærri fjárhæðir sem það myndi kosta borgina heldur en þau hafa verið að gera ráð fyrir. Þannig að það stendur eftir sem áður, það sem ég hef sagt, ég man nú reyndar bara eftir einu skipti en ég ætla ekki að hártogast það, en ég hef bara komið hérna upp í eitt skipti með rökstuðning fyrir því af hverju við teldi þetta ekki ganga upp og sá rökstuðningur stendur enn. Kostnaðurinn bara mun hærri heldur en fólk gerir sér grein fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Mikael, gjörðu svo vel. Takk fyrir þessa skýringar, kemur náttúrulega undir svona máli til að bregðast örstuð við eða bæta aðeins við og þessi skýringar frá stjórnarmanni okkar í Strætó, mjög gagnlegt, en samt bent á eitt mál sem sem lítið þú á veld stóru, miklu stærra hlaðsíðar en þetta ef við skoðum til dæmis og þar sem kostnaður verið með töluvert hækkað án þess að neitt að við sérstaklega mikið tala um það samt merkilega sem meðhöndlun úrgangs á höfuðborgarsvæði til dæmis, það sem var hætt að urða hér í nágrenni við Mosfellsbæ að ósk flestra Mosfellinga allavega og þar hefur margfaldast kostnaður við meðhöndlun úrgangs síðan þá. Þannig að það alls konar auðvitað, það ekkert sem heitir frítt í Strætó, það þýðir einhver annar að borga eðlilega, en þetta í rauninni eins og pólitísk ákvörðun, ekki bara, og ég skil alveg sjálfsögðu röksemdir stjórna Strætó, þeim fali ákveðnu hlutverki, en pólitíkinni sem á bakvið það og eigendur Strætó í dag sveitarfélög höfuðborgarsvæði, þó það sé mögulega verið að færa inn í það akkúrat tækifæri til þess að gera áður en ríkið fer að skipta sér að því. Vil bara benda á það, en pólitísk ákvörðun hefur verið tekið til dæmis og frábær framtak, þó ég blandi nú fleiri máli, sama máli, en bara sem dæmi að nú Mosfellski grunnskólabörn fá frítt í sundi í Mosfell. Þannig að það frábært og þetta hlutverk inni ákvörðun og partur af því að fyrst verið að tala um að almenni samgöngur almennt, þetta líður í því að venja framtíðarnotendur í að nýta almenni samgöngur. Þannig að það ekki bara að sleppa að borga 200 kall í Strætó, að nýta Strætó og nýta mun betur. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo ekki, en til öryggis aðra liði þessarar fundargerðar. Nei, svo ekki og fundargerðin lögð fram. Þá 8. mál á dagskrá fundargerð 993. fundarstjórnar Sambands Íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 18. febrúar síðastliðinn og þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 9. mál á dagskrá fundargerð 14. fundar stefnuráðs byggðasamlaganna. Sá fundur fór fram 27. febrúar síðastliðinn og þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram.
Og 10. mál á dagskrá er fundargerð 624. fundar stjórnar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 2. mars síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Engin kveðs við hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. Ekki eru fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 25. mars næstkomandi klukkan 16:30 til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 18:18.